Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Hjá komið sæl og velkomin að Rauða borðinu, ég heiti María Lilja og ég hér með fullt borð góðra gesta sem eiga það sameiginlegt að hafa farið á mótmæli helgina og hafa svona fylgst vel með og verið inn í hringiðunni í því sem er viðurkennt sem þjóðarmorð á Gaza. Verið velkomin Ragnheiður Steindórsdóttir leikkona og stjórnarkona hjá Vonabrú, Arna Magnetangs, kennari, Sara Stef Hildar Bardu kona og Ólafur Ólafsson myndlistarmaður og einn skipuleggjanda mótmælana helgina. Og starfa með Líbíu Castro. Já. Kannski bara byrjum á byrjuninni. Ólafur, þú ert svona svolítið hugmyndina að þessum mótmælum sem að voru þau langstæstu sem eru haldin í kringum þessa hryllilegu atburði á Gaza, að minnsta kosti hér á landi. Hvernig kom þetta til? Þessi hugmynd? Já. Náttúrulega bara í fyrsta lagi, þú veist, eins og ég bara heyrði Gauju áðan segja Gauju Sandholt í viðtali á Víðsjá, sko, menn það bara, og náttúrulega þið öll og við öll, fólk að hugsa hvað get ég gert og reynir að finna eitthvað og maður mætir á mótmæli eða maður skrifar eitthvað á Facebook eða einhverjum samfélagsmiðlum og mætir einhverstaðar og gerir eitthvað og finnst maður alltaf einhvern veginn ekki geta gert neitt og allt vera svona einhvern veginn en veit á sama tíma og reynir að gleyma því ekki að það er bara að allt telur. Það er rosalega mikilvægt að bara halda áfram að gera það sem maður getur og við fórum í sumar, ég veit ekki hvort það var í júní eða eitthvað leys þá fórum við á tvennar göngur, samstöðugöngur eða mótmælagöngur svo fyrri og þeir voru haldnar undir heitinu Rauða línan í Hollandi, í Haag og á fyrri mættu 100.000 manns sem var gríðarlegu fjöldi og þá mættu allir í rauðu og fólk var að koma með lestum allstaðar úr landinu og fólk var að safna saman einhvers staðar kannski áður og koma saman á gönguna og það var ótrúlega bara sterkt að finna og sjá fólk vera að mæta því maður sá bara þeir sem voru rauðir og það var bara lestastöðarna voru fullar af og svo lestin var bara pakkfull af fólki í rauðu og svo gengum við öll saman og fylgdum þeirra Austurvöll, Maifeld sem er bara risastórt tún þarna í Haag og það voru 100.000 manns og svo gengum við hring í borginni og það voru 100.000 og það voru þá stærstu mótmæli á öldinni í Hollandi og svo bara, ég veit ekki hvort það voru tveimur vikum seinna eða 3 vikum seinna voru önnur ganga, bara sama, Rauða línan og við drögum Rauða línu og þá mættu 150.000 og maður fann sko hvað ég fann bara svona smá gæsahúð, maður fann hvað sú ganga var, eða sko það munaði þessi 50.000 sko og 150.000, ég veit ekki, maður finnst ekkert eitthvað risatala en þetta var gríðarlegur fjöldi sem var þarna samankomin og þetta var ofboðslega friðsamleg mótmæli eða samstöðufundur og mjög svona látlaus í rauninni en ég kannski ekki ósvipað og okkar eða þessi fundur sem var núna á laugardaginn, það voru atriði, það voru einhverjar ræður, einhver ljóð einhver tónlist, fólk frá Palestínu, fólk frá Hollandi og svo núna sko bara nýlega þá las ég sko þegar utanríkisráðherra Hollands sagði af sér og síðan fleiri ráðherrar úr hans flokki og öll úr hans flokki sem voru á Alþingi drógu sig úr ríkisstjórninni sem var reyndar þegar fallin en þá var talað það að þessi mótmæli hefði haft gríðarleg áhrif á í rauninni þá ákvörðun meðal annars og ég fór að skoða sko hver hefði staðið að þessum mótmælum og það var þá Barnaheill eða Save the Children og Læknar án landamæra sem að við
þau samtök höfum við ekki hérna á Íslandi, við höfum lækna sem hafa starfað með samtökunum og ég man ekki hvort það voru sko verkalýðsflokkurinn eða einhver hluti hans og svo einhver fleiri og og svona í framhaldi af því að hugsa þetta sko þá var ég að hugsa sko að við þyrftum okkur vantaði, við þyrftum svona stór mótmæli á Íslandi, bara ein stór og hægt væri og þá þyrfti einhver aðra nálgun og þá þyrfti að fá samtökin með og helst breið og ólík samtök en algjörlega sko þau þyrfti að virka til dæmis og það fannst mér vera grundvallar einhverja þessum mannúða samtökum helstu öll og verkalýðshreyfinguna og ég fór eitthvað að ringja og senda textaskilaboð og ég byrjaði nú ég setti hugmyndina út bara svona fyrir sjálfa mig til að ýta sjálfa mér að stað og ég var að skoða hann í gær eitthvað hvenær það var bara til að reyna að rifja þetta upp og það var 4. júlí tilvíluna var sá dagur en og þannig ég hugsaði það er náttúrulega auðvitað sko félögin sem hafa verið á fullu Ísland, Palestína og No Borders og fullt af fleiri félögum og Solaris og all þessi félögin það þyrfti líka verið bara algjörlega eins fjölbreyttur hópur eins og hægt væri og Þetta gekk mjög vel, það voru hvað 150 félög? 185 komin og það er ennþá verið að taka Það var ekki neitt hugmyndi að það þurfa að vera svona 185 félög Hvernig með sjónvarps- og útvarpsstöðvar með að þær vera með? Bara svona Það er í rauninni áhugaverða sem hefur komið upp í þessu að því að svo verður þetta svolítið annað heldur en þannig til dæmis í Hollandi þá var þetta svona einhver ákveðin hópur sem að stendur aðeins og hefur örugglega allt annan og öðruvísi og lengri aðdraganda einhverju liti en þannig að það kom upp einmitt þessar spurningur hver sko, geta stjórnmálaflokkarnir verið með og stofnanir, ég var alltaf að segja sko, og stofnanir, þetta var svona einhver langur það eru samtök, félög, hópar og stofnanir og við erum búin að skrifa 100 sinnum aftur alls konar texta einhverja og að því mér fannst mikilvægt að það séu stofnanir líka og við til dæmis erum búin að við sendum erindi til samstarfs háskólaráðs sem eru allir háskólanir 7 held ég og við spenntur að heyra við bara það erindið móttekið og við möttum að heyra hvað kemur út úr því eins sendum við erindi til ISI Ungmennafélags Íslands þau voru akkurat á fundi og endanum það fór fyrir stjórnarfund hjá þeim, hann var á laugardeginum þannig að það er ennþá fullt af sko bæði félögum sem og samtökum sem að skoða þetta og svo önnur sem örugglega bíða eftir og bara að fylla inn listana as we speak. Þetta þýðir þá að það þarf að vera annar fundur bráðlega þegar fleiri félög hafa vonandi bæst í hópin. Það er allt opið. Þetta var talsverður fjöldi og virðist hafa hrift við ykkur því að Þorgerður Katrín tilkynnir að utanríkismálanefnd sé að hittast. Þau eru að tala saman núna, það er ennþá ekkert komið þegar þetta er tekið upp og frá þeim fundi. En við refreshum svona tölvuna á hliðarlínunni og fylgjumst vel með því. Arna Magnea, þú varst á mótmælunum? Já, ég var þar á yngsta syni mínum. Þannig að ég var þar sem hluti af vorstjórninni en ég náttúrulega tilheyri öðrum hópum sem að voru þarna líka eins og leikurum og því að félag íslenska leikara var þarna og bandalega íslenska listamanna var þarna. Ég er líka kennari þannig að KÍ var þarna. Þannig að ég er svona kona með mörg veski en ég ákvað að vera þarna sem hluti af vorstjórninni því að mér finnst það vera svona mikilvæg hreyfing, svona hlífa hreyfing sem næri utanum runni allt það sem ég er og þetta voru fyrstu mótmælin sem ég farið á með yngsta minn en ég farið á nokkur mótmæli með miðsonin og það er mjög mikilvægt að við venjum börnin á það bara til þess að virkja þessa hugmynd lýðræðið að þau mæti á mótmæli og við svörum spurningum barnana hverju erum við að mótmæla, akkur erum við að mótmæla að við felum ekki sannleikan fyrir börnunum og það sem er að gerast í Palestínu er bara það er varla orð sem geta lýst í en það hefur aldrei áður í sögunni verið framið þjóðamorð í beinni eins og er að gerast núna
Og við sem erum hinsegin fólk, að við fáum ofta að heyra það, akkur er þú að berjast fyrir Palestínu, þetta fólk vil þig dauða, að því þú ert trans og þú ert hinsegin. En mér er alveg sama, það kemur mér ekkert við hvað þetta fólk er að hugsa. Þú veist, líf er dýrmætt og ég er tilbúin að berjast fyrir öllu lífi, líka því lífi sem að vil mig feiga. Og þannig þetta snýst mig að standa með mér og minni hugsjón og ég stend með mannréttindum og ég stend með réttindu barna og ég stend með lífinu eins og það er allstaðar. Ertu sammála þessu, Sara? Já, ég get tekið bara undir margt í þessu. Ég meina, við fórum saman einmitt hópur með skilti sem við gerðum og tókum myndir af því og postum þeir áður en við lögðum að staðnir á Austurvöll og það myndaðist bara mjög góð stemning. Þetta er náttúrulega fólk sem að kemur allstaðar að úr einmitt hinsegin hreyfingunni líka, transhreyfingunni, tókum okkur stöðu þarna vinstra megin fram að við sviðið og sáum bara hérna og heyrðum vel það sem að framfór og ég man ekki eftir að hafa verið á svona stórum fundi sko síðan bara hvenær var það í bara búsáhaldabildingunni held ég. Kannski Panama. Jú, Panama, einmitt. Já, það var rosa, já, einmitt. Fjölmenn þá. Ég held þessi fjölmennustu mótmæli sem hafa verið á Austurvelli og bara á landinu held ég. Já, Austurvelli. Já. Fyrir utan alltaf kvennafundin, það var 100%. Akkurat. Já, þær voru náttúrulega mættar, sko, þarna aðildarfélögum mitt kvennár sem að ég nú líka hef starfað með núna í ár. Og þannig að þetta var náttúrulega rosalega vel heppnað og vel til fundið, þú veist, eftir allar mótmælastöðunar við ráðherrabústaðinn síðan 2023, allar göngurnar, samstöðumótmælin, þá vona ég bara hreinlega og ég held að þetta var kannski svona slegið tónin vonandi fyrir bara fleiri til þess að gefa sig að baráttunni fyrir gegn þessu þjóðamorði. Og mér finnst flott svona herferð sem hefur verið sett af stað núna undanfarið með að reyna að svona kalla einmitt fleiri að sem að hafa kannski reynt að líta undan eða leiða þetta hjá sér og hérna reyna að vekja upp svona baráttu þrek hjá fólki aftur að því ég held að bara síðan, þú veist, undanfarna áratugi þá hefur svona baráttu þrek fólks verið latt. Þú veist, ég meina að við eigum eiginlega engin sko ekkert okkar á neitt tíma eða orku þegar maður svona hugsar það til að standa í þessu en auðvitað verðum við að standa saman í þessu. Já, það er alveg, þetta er svolítið þannig, það hefur verið talað það svona í tengslu við Palestínumótmælin að það sé ekki viðeigandi að vera með börn, fólk svona veigrar sig við því að mæta því að þetta sé nú brjálæðingarnir inn á Borders og þar fram til götunum, er þetta bara afsakanir í fólki fyrir því að mæta ekki eða er eitthvað til í þessu og er þá þessi breiða samstæða, hún er kannski bara svolítið svona nýstefna? Já, það er náttúrulega klárlega alltaf styrkur í fjöldanum. Þú hverfur meira í fjöldan. Þorir kannski frekar að hrópa eitthvað smá eða eitthvað heldur en þú gerir ef það er bara 50-100 manns. Eða, já. En varðandi börnin, ég tek svo innilega undir þetta að við tölum við þau, reynum að hræða þau ekki, en að við, eins og maður reynir náttúrulega, ég bara svona sko venjulega amma út í bæ. Og var tiltölulega nýkomin á eftirlaun þegar að þetta gerðist allt saman og maður var skelfingulostinn og ég hef aldrei verið mjög pólitísk, ekki fylgst rosalega vel með eða skilið en ég þurfti ekki rosalega mikið að pæla eða leita til þess að bara að sjá og skilja að þarna var ekki milliríkja deilur að ræða eða stríð eða átök. Þetta er bara slátrun og með degi hverjum verður skýrar og skýrar. Þeir eru algjörlega hættir að fela áform sín. Þeir segja bara hreint út hvað þeir ætla að gera og svo gera þeir það. Og nú er greinilega Bandaríkjaforseti komin algjörlega á fullt með að bara hvetja þá, held ég í að bara drífi að klára þetta svo hann geti verið að byggja þarna upp. Já, mér skilst að það sé bara ítur þannig í Gazaborg og það sé bara verið að ryðja
til húsum og öðru. Og þegar maður sér börn, hvernig verður þeir að fara með börn, að þeir leyfa sér að drepa þau í 2000-tali á hræðilegan máta, finnum við utan að nota hungurvofuna sem vopn, þá bara get ég allavega ekki verið þögul og ég heldur megum ekki þegjum þetta, verðum að tala saman þetta, ræða þetta og einmitt spyrja hvert annað hvernig líður þér, og maður finnur það svo vel að það náttúrulega meiri hluti þjóðarinnar býr við alveg óskaplega mikla vanlíðan og þess vegna þessi fjöldi náttúrulega og ég bara segi fólki þegar ég fer og mótmæli hrópa eins og mér líst, ég þarf ekki að hrópa alltaf með eða berja eitthvað, ég fæ rosalega útrás við þetta og mér líður alltaf einhvern veginn betur, ég búin að aðeins að svona lofta út, gera eitthvað og ég sef bara betur ef eitthvað sko. Þannig að mér finnst hérna, já, ég var óskaplega glöð yfir þessum mikla fjölda og þó ég að vísu hérna áeiginlega eftir að heyra eða sjá fundin, ég vona ég geti gert það einhvers staðar, því að ég stóð það aftarlega, við vorum með, Vonarbrú var með svona bækistöð, þátti aftarlega og ég heyrði svona glefsur þegar ég þræddi mig í gegnum fjöldan, en maður hlýtur að geta nálgast þetta einhvers staðar. Þetta allt, við erum núna bara allt þetta og bara líka bara svo að hérna sko þakka öllum þessum, sko þakka verkalýðsfélögunum, þakka barnaheil, ungum umhverfi sinnum, landvernd, bara öllum þessum að sko tóku ótrúlega fljótt við sér. Já. Og þú veist, þetta var bara snjóbolti sem fór bara ótrúlega eftir svona einhver smá eingang, einhver nokkur samtöl, eitthvað sem þá allt í einu bara fór boltinn að rúla og það er óbúslega mikið miklu leyti að þakka líka svona fljótri jákvæðri ákvörðun viðbragði frá verkalýðshreyfingunni og við ákvaðum í rauninni sameiningu og náttúrulega sko félagið Ísland-Palestína kemur náttúrulega með svo óbúslega mikla bara svona bara virkni, þekkingu og reynslu sko og Salka þar og Júsef og svo bara, og Magnús og allir hópurinn og hérna að hérna við ákvaðum sko við þau til þess að verkalýðsfélögin og bara svo öll þessi félög og hópar geti í rauninni verið með þú veist, þá þurfti að álykta formlega skilji, og hérna og svo var það með öll sem óbúslega áhugavert við þetta líka, þess vegna höfum við verið að segja alltaf sko að þetta ekki bara ákall til ríkisstjórnarinnar heldur þetta líka bara ákall til okkar allra svona samtal inn á við inn á vinnustæðina og bara svona ákveðu ferli virkilega formlegt sem hefur þurft að eiga sér stað á bara út allt samfélag til þess að alls konar félag fornleifafræðinga og ég tók eftir því að félag lögreglumanna það var eitt af þeim félögum sem var nú þekki ég það verandi stjórnarkona í Solaris að þetta lögreglunar eru þetta sá hópur Íslendinga sem hefur svona kemur harkalegast fram við palestínst fólk á Íslandi þau eru þetta framfylgja lögum og þannig að maður velti fyrir sér sko maður velti fyrir sér sko hvort að lögreglan sé að segja með þessu að okkur hugnast ekki þessi lög sem við erum að framfylgja í vinnunni og núna einmitt komið vettvangur til samtals við lögreglunum myndi ég ætla og mörg þessara félaga sem maður sá að það voru samfylkingafélög þarna og það voru svona fleiri sem að maður svona var svolítið hugsi yfir og ég viðurkenni svona alveg svolítið klofin yfir að svona ætla þau nú að fara og ég hef átti mörgur svona samtölum við mína félaga nákvæmlega þetta en líka og svona niðurstaðan alltaf þessi að nei, þetta verður vettvangur til samtals sko eftir á þannig að því til þjóðfundur þá eru allir þjóðin og svo bara tökum við samtalið þaðan ef ég má segja þá að því vorum að tala um börnin sko og mínum 5 ára fannst rosalega gaman að koma og berja potta og hann vissi alveg til hvers og hann teiknar og skrifar einhver skilti og límir upp á skáp hjá mér sko Ísrael og krossar yfir og svo Palestína fyrir neðan og eitthvað svona
og nei, af því að sko, þegar maður er að tala lögregluna, að þá hef ég alltaf, mér er alltaf liðið þannig, hún er vinur okkar, hún er hérna til að verja okkur og hjálpa okkur ef eitthvað kemur upp á, og þannig vil ég tala við börnin minn líka, þannig að sonur minn hefur búið til skamstíma í Berlín og farið þar á mótmæli og ég hef fylgst með á netinu mótmælum þar og bæði hans frásögn og það sem ég hef séð er alveg rosalega aukið lögregluofbeldi þar. Það er bara pyndingar aðferðið hvernig þeir taka fólk, snúa upp á handleggi og lyfta, þannig að það er bara hræðilega sárt. Bara brjóta útlimi. Og svo aftur, núna til dæmis það sem er að gerast í London, þar sem að fólk kemur á mótmæli og það er bara gamalt fólk sem situr á götunni eða liggur og vesalingslögreglumennir eru neyddir til að bera þetta fólk út í bíla. Og ég veit ekki hvort þeim er stungið einhvers staðar inn, þannig að þeim er sleppt, það er ekki til fangelsi fyrir allt þetta fólk. Og ég er einmitt oft hugsi yfir þessu þegar það koma lögreglumenn og við erum þarna örfá, 10 manns kannski að berja potta og svo koma bara 4 í fullum skrúða á stóru mótorhjólunum sínum. Með gulu byssurnar. Allt þetta og eru að gera eitthvað smáræði, taka eitt fána eða eitthvað og ég myndi fagna þessu samtali alveg svakalega því að ég vil ekki sjá aukið lögregluofbeldi hér. Það er náttúrulega eins og í Þýskalandi og Englandi er það því líka út af hertri löggjöf sem að lögreglan gengur harðar fram. Ég veit að þeir eru að vinna vinnuna sína en það er kannski spurning sem betur fyrir höfum við ekki þessa hertri löggjöf hér. En þú átt við eins og hryðjuverka löggjöfin í Bretlandi sem að skilgreinir Palestine Action sem hryðjuverka samtök og það er svona sem að fólki er handtekið fyrir bara þetta er alveg galið og sama í Berlín það eru bara sko rugglaði lesblindur BDSM hreyfingin í sko hún er náttúrulega bara það er búið að lýsa því yfir að hún sé hryðjuverkasamtök eða hún bara ólögleg í Þýskalandi sniðgönguhreyfingin, hún er ólögleg í Þýskalandi og til dæmis bara eins og í myndlistasýningunni Dokumenta sem var núna síðast, ég man ekki hvort það er komið 2 ár síðan það fór allt í háaloft í kringum þá sýningu sko út af listaverkum og út af viðhorfi út af þáttöku listahópa sem að tengdust þeirri hreyfingu og annað og þannig að þetta er búið að vera á leiðinni í Þýskalandi. Sko, þetta er hér líka, Solaris er ennþá í lögreglurannsókn fyrir að hafa tengslu hryðjuverkasamtök þannig að þetta hefur alveg verið reynt hérna líka. Já, vissilega og það er bara alveg algjörlega skelfilegt og ótrúlega það mála allt saman og svo aðferð, það er bara en hún er sem betur fyrir ekki samt sko á sama hátt réttlætt í kerfinu eins og hún er bara það er eitthvað sem verið að reyna í gegnum kerfið eða í einhverjir aðalar sem fara út í það eitthvað á svo við vitna eftir í mótmælunni í Hollandi sem var á og þá til dæmis var það var bara sko ég man ekki hvort ég sá lögreglu hún var það lögreglu einhverstaðar en hún var óbúðslega ósýnileg og það var ekkert bara því hún eitthvað hvarf í mannfjöld en það var óbúðslega lóki og mótmæli voru óbúðslega friðsamleg og ég veit til dæmis eins og hjá okkur núna á fundinum að það var mjög ennúlega fundurinn algjörlega friðsamlegur og líka sko ég held að það var viðhorf lögregluna líka í varðandi gæslu en við undirbyggum okkur líka þannig að við vorum með fólk í svona aðstoð og gæslu og bara svona sem til að vera vakandi þar líka sjálf og þannig og ég held að það var allt hjálpast að en það var alltaf viðhorf var bara og endan var það sem var svo ótrúlegt fannst mér eða ótrúlegt, ekkert ótrúlegt en það sem að gerðist var að einhvern veginn eins og allur fundurinn var eins og svolítið eins og einn sko risastór gjörningur einhvern veginn það sem allir voru og öll voru svo bara virk í öllum fundinum bæði virk í þögn og virk í hlustun og virk í þáttöku
og sko eins og ég var að tala við Gauju í dag Sandholt sem var með kórinn sko að þú veist hún vissi ekkert hvernig þetta yrði að það er svo mikil þögn í verkinu sem hann flutt og hún held að það er kannski skvaldur og læti en það var bara þú veist þetta var bara fólk var mjög snortið algjörlega þessu verki En getur verið að fjarvera svona, ég hef verið á þessum í göngunum og mótmælum þar sem maður hefur séð miklu meira lögreglu en þegar þið segja þá reyndar varði ég ekkert vör við svo mikla lögreglu þarna en ég sá enga lögreglu. Er það vegna þess að þessi mótmæli eru þó skipulögð af öðrum samtökum en venjulega eða? Góð spurning. Ég hef nú líka verið á sko, ég var nú þarna þegar við utanríkisráðuneytið þegar þannig þegar vatnsmáling fór einhver staðar þar sem hann átti ekki að fara og að þá var til dæmis ekkit ég var ekki hvort það var nokkuð lögregla þar sko. Þú veist þannig að það er ekki alltaf við þurfum sko Nei, bara áhugavert það er svona, það fer svolítið eftir því svona hver hver er undirbýr og hversu mikið svona óbyrgurna bara þykir ekkert ólíklegt en ég bara veit það ekki, menn þykir ekkert ólíklegt að lögreglan sko hafi verið mjög meðvituð hvernig hún nálgaðist þennan fund því þau voru visslega sko búin að félagið var búið að taka þátt í breiðfylkingunni og það eru svona yfirlýsing fundarinnar var svona svolítið svona orð Ingibjörgar Sólrúnar það voru svona kröfur settar fram þarna af henni var ekkert erfitt að ná samkomulagi það að þetta væri svona það sem allir vildu segja á þessum fundi. Ég hugsaði það nefnilega, ég hugsaði þetta er svo ólík félög. Hvernig ætlaðu þið að senda fyrir sér yfirlýsingu? Það var mjög áhugavert ferli og við fórum áttum mjög mikið samtal allt, bara ekki númið allt, kannski líka sko bara að taka fram sko við bara strax sko á okkurum fyrst voru þetta einhverju 2 netfundir og svo var þriði var net og raunfundur og þá sko á öðrum fundi að þá kom Salka með Salka Salvur frá félaginu Ísland-Palestínu með það svona hugmynd að hvort það væri nú ekki sniðugt að við fengjum verkefnisstjóra og við vorum svona sum voru svona önnur svona nei við nú getum gert þetta sjálf og eitthvað svona og svo hugsaðu þetta aðeins svona allir það sé ekki alveg bara góð hugmynd og svo stakk hún upp á þá Ragnheiði Maísól og við þekktum hana mismikið sem mjög vel og önnur ekkert og sem smá og en það var bara við vorum alveg, það bara var góð hugmynd og það reyndist vera mjög góð hugmynd hvort ekki að bæða að fá verkefnastjóra þetta er náttúrulega búið að vera gríðarleg vinna en svo náttúrulega og svo var hún bara frábær og stórkostleg og öll sko og við erum eins og segja það er svo mikið það við erum bæði að reyna að vinna í nánu samstarf og svo erum við líka bara að vinna samtímis og svo bara er að bætast í hópin og allt þetta og þannig að við erum líka og ég held að það hefði haft rosalega mikil áhrif sko það er náttúrulega það er listafólk að vinna að fundinum og við erum ég er myndlistin og Líbía og við höfum verið að vinna svona þú veist eins og stjórnarskrárverkefni þegar það er ganga og fundur og performance og fleira og Salka og Ragnheiður báðir í leikhúsinu og leikstjórar og þannig að við hugsaðum frá upphafi líka hvernig er formatið á fundinum hvað og í rauninni var það frá upphafi það var eiginlega svona þetta það var einhverjar ræður, einhver tónlist, einhver ljóð og þessi blanda og svo fórum við bara dýpra og dýpra inn í það og áttum vítt og breytt samtal það allt þannig við á endanum og við vissum það frá upphafi við í rauninu unnu við allan fundin eins og bara hann væri leiksýning eða gjörningur eða tónlistaverk eða það var við hugsuðum að þannig að hver mínúta var eða hver mínúta hver 5 sekúndur eða 10 sekúndur voru hugsaðar og svo breyttist það milljónsinnum og einhver röðun og svona en þannig ég held að þess vegna var þetta líka svona vel heppnað held ég að því að þetta var bara mjög lág og mjög mikið yfir þessu Greinir þið svona að stemningin í samfélaginu bara fyrir málstæðnum
hafi svolítið verið að snúast og svona breytast núna undanfarið. Finnst ykkur minna kannski svona síonískar upprópanir? Þær koma alltaf frá sömu stöðunum? Já, það alltaf sama fólkið, sko. Það alltaf sama fólkið sem að hrópar sömu orðin og þeirra orðaforði mjög takmarkaður. Eins og var orða það mætast yfirleitt, þú veist, vitringar og fávitar og en því miður þá hefur það alltaf verið þannig, bæði hér og víða, að fólk heldur að sé hægt að vera hlutlaust. Fólk áttar sig kannski ekki alltaf á því að með hlutleysinu það að taka afstöðu og yfirleitt það að taka afstöðu þá með kúaranum. Þetta bara alveg eins og við erum að kenna börnunum sem erum að leggja aðra í einelti að þau börn sem að gera ekki neitt, segja ekki frá, horfa á að þau eru styðjandi gerendur. Og það allt og mikið það að fólk sé runni styður við kúnna með þögninni, tekur ekki afdráttalausa afstöðu gegn því sem að gerast. Og eftir fundin og í aðdraganda fundarins þá finnst mér eins og fólk sé svona að vakna og viljur til þess að taka afstöðu og að skilja það í þessu ekkert hlutleysi. Við erum að horfa á þetta í beinni gerast og hörmungarnar eru bara verri og verri og ógeðfeldri og það sem að síonistarnir hafa verið að gera, þú veist, þessir öfga gyðingar og sem að hefur ekkert að gera með þeirra trúarbrögð. Þetta bara, þú veist, þeirra sækjast þarna eftir landsvæði, þeirra sækjast eftir auðamum á borði gas og olíu sem að búið að finna hann undir Gaza. Þannig að þetta snýst alltaf kapitalísk sjónarmið, peningana og þeir eru tilbúin að þurrka út heila þjóð til þess að græða meiri pening. Og fólk að vakna og segja bara hingað ekki lengra og þeir eru á fulla afmennska heila þjóð. Veist, og þeir koma fram og segja að þetta ekki fólk, þetta dýr og við erum að sjá þetta gerast aftur og aftur í gegnum söguna. Þetta var gert við gyðingarna sjálfa í seinni heimsstyrjöld. Það hefur verið að gera þetta núna með hinsegin fólk, sérstaklega transfólk og þetta hefur verið gert gagnvart konum bara frá öðru valda. Þannig að þú veist, þetta alltaf sama leikbókin og því miður þá svona fólk voðalega gert á því að halda að bara ef það þegi, verði hlýtt, sé ekki með læti, það bara líður þetta hjá. Það verður allt gott á endanum. En ég held að núna, bara, og aldrei fyrir núna, akkurat í þessum hraða sem að nútíma samfélag að þá verðum við öll að taka afstöðu og afdráttarlausa afstöðu. Haldið þið að það hafi áhrif að það hafa núna svona þjóðarleiðtogar þeir eru svona verast hafa tekið við sér allt í einu. Hefur stjórnmálafólk svona mikil áhrif á það sem að almenningur hugsar og leyfir sér að segja upp að því að maður tekur eftir og það verðist vera eitthvað svona fylgni hana. Mér finnst ég greina hana að sjáu þið það sama að svona leið og leiðtogarnir fóru að tala svona inn í þá átt að þetta væri þjóðarmorð og jú, þetta ekki ásættilegt og við segjum auðvitað bara, þú veist, aðgerðir ekki orð og allt þetta en þau eru samt sem áður farin að tala á hverjum þunga að þá einhvern veginn eins og fólki kveiki. Já, en þetta ekki, já, fyrir ekki. Sko, ég meina, orð eru til alls fyrst, það ekki? Og það sama, ef að fólk heyrir núna og fylgir því sem að stjórnmálaleiðtogar að segja við heim sem að mörgum finnst ansi seint sko gripið til orða í því samingi varðandi Palestínu, þá gildir það sama hvernig var opnað á aðra umræðu hérna þegar að forsætisráðherra Bjarni Ben gekk niður Austurvöll með annað orðalag sko og opnaði á þá umræðu og við sjáum ekki fyrir endan á henni heldur sko. En ég meina, sko, þetta er bara mjög mikilvægt fyrir fólk, það segir einhvers staðar í gamalli bók að við þurfum fólki þurfa að varast að svífa sofandi að feigðarósi, eða ekki? Fljóta sofandi að feigðarósi. Fljóta sofandi að feigðarósi. Og það kannski bara það sem að gerast svolítið núna, að því að í rauninni, sko, einmitt, eins og Arna Magna að segja, ef að við samþykjum
það sem gert, að þá gjarnan verður það normið. En þetta verður svolítið kannski sjálfsbjargar viðleitni eins og hjá stjórnmálafólki sem farið að átta sig á að sagan mun dæma það. Og en gerir þetta kannski líka til að reyna að halda völdum? Akkurat líka, já, það svolítið... Það finnur að undiraldan að stækka, en hún ekki að stækka vegna þess að það talaði inn í hana. Það þarf að vera réttum megin við og svo þetta bara eins og Arnar segir, þetta bara risastór skólalóð og þó mér þykir nú vænt íslenskuna mína þá sko þetta einelti, þetta næri ekki alveg, það bara þetta góða orð á enskunni bully, sem einhvern veginn sterkast. Það eru bara þessi stóru freku sem að einski svífast og ég held að þeir sem að standa þöglir hjá þeir ekki búin að býta úr nálinni með það vegna þess að það held ég að komi oft í baki að fólki seinna meir eins og við höfum séð þegar hlutir koma fram í dagsljósið, alls konar kynferðislega áreitni og ofbeldi, að þá eru það gjarnan þeir sem að segja ég vissi þetta en ég sagði ekki neitt og mér líður svo illa yfir því og ég held að það sé bara svona, þetta bara hlutfallið sko, hvort þú ert stjórnmálamaður eða venjuleg manneskja á götunni og ég held að við verðum bara að fara að opna hjörtun og hugan og ákveða hvernig samfélagi við viljum búa í að við viljum halda hvert utanum annað og já, bara og lifa eins og sagði í saumastofunni hans Kjartans Ragnarssonar í gamla daga það bara allir að vera góði við allar nei það nú í dýrunum í Hálsaskógi en það var líka Sigga gamla sagði í saumastofunni ég finnst bara, það allir að vera góði við alla En svo þetta náttúrulega líka sko iðnaður Já, þetta peningarnir Já, það situr svo í mér eftir að ég fór á það árlegt svona festival í London sem heitir Marxism Festival sem orðið sumarfríi mitt alltaf, þetta svona vikulangt prógram og þar á lokadegi kom Gabu Sitta sem núna, hann var kjörinn sem þetta rektor Glasgow háskóla en palestískur læknir og þannig að það var svona nemendakjör og nemendurnir 2023-2024 bara kusu hann sem sinn rektor. Skotarnir eru alltaf dálítið framalega. Já, einmitt og hann á þarna eina loka ræðunum á þessu festivali og hann var náttúrulega algjörlega brotinn í púlti sko en bent á það að auðvitað það sem að liggur undir í söllu einmitt fjármagn og þessi sýningasalur drápstóla sem Palestínu fólk hefur náttúrulega búið við að vera tilraunadýr með dróna fyrir utan gluggana hjá sér og þú veist öll þessi hlið og allt þetta og þetta sko besta drápstækni í heimi og þegar þessu verkefni á Gaza lokið, hvað tekur þá við? Og þá þetta notað á okkur Já, þá eins og hann segir, ég meina þá í rauninni búið og þessar vopnasölu sýningar halda bara áfram og allar þær þjóðir og þeir þjóðarleiðtogar sem telja sig þurfa að losna við eitthvað svona surplus population, eitthvað umfram mannfjölda, hvernig sem þeir skilgreina það svo, geta þá keypt þessi vopn sem verður síðan haldið áfram að framleiða. Og hvenær kemur þá okkur og þess vegna var ég að vísa í sko að fljóta sofanda feðarósi. Að það eiginlega ekkert val fyrir almenning að sitja hjá og láta eins og ekkert sé sko. Það líka svo mikilvægt að átta sig á því að það sem hefur líka verið að gera að það verið að sko ekki bara virða að vettu í öll alþjóða lög og sáttmála heldur bara að það bara hreinlega verið að rústa þeim alþjóða lögum og sáttmálum sem hafa verið samin og þannig að sko vegna þess að ekki verið að bregðast við þegar að það gerist þá eins og þau séu bara ekki í gildi eða hafi bara ekki nokkurt vægi og séu merkingarlaus þannig að sko það svo mikilvægt að fólk að við öll áttum okkur á því að það árás á allan heiminn skilur með þessu verið að bara leggja þetta alþjóða regluverk sem við höfum sko, sem hefur þó verið samið og þó að ekki allar þjóðir eða öll samþykki með flest með einhverjum myndan þá með alls konar og það eins
eins kannski, þú veist, maður vildi hafa hlutin öðruvísi en það er þó að sko, það er bara hreinlega verið að gera það bara að engu og þess vegna er svo mikilvægt líka ekki bara þessi, bara það heldur allar sambærilegar, en ég fattaði sko, ég svaraði alls ekkert þú spurðir eitthvað með kröfurnar og hvernig hvernig það tókst og allt þetta sko, að það var, við ræddum ýmsar kröfur og það kom strax mjög skýrt fram að við vildum að það væru kröfur og svo á endanum ákváðum við sko að í rauninni staðan fyrir við varum að setja einhverjar 2, 3, 4, 5 kröfur fram sem þú veist, þetta eru kröfur okkar eitthvað, að þá bara að við myndum setja fram og Ingibjörg Sólrún setti þær fram og Finnbjörn setti þær fram og Birna las þær og að sko, það er úr nógum kröfum að velja, það eru nóg kröfurnar voru bara hreinlega aðgerðir strax orð sko tími orða er ekkert liðinn, það þarf að halda áfram að tala en það þarf að fara í aðgerðir tími aðgerðarleysis er liðinn löngu liðinn og við vitum það öll og þau hafa öll vitað það og en við settum þannig að við bara segjum þú veist, hér og við höfum eftir að fylgja því eftir meira að setja fram þessar kröfur það er sko að ganga til það er náttúrulega sniðganga efnahagslega sniðganga slíta stjórnmálasambandi ganga í haghópin sem að fólk er ennþá að læra hvað er og við eigum eftir að ræða meir og ganga til liðs við kæru Suður Afríku og allar þær þjóðir sem að styðja hana og fleira og við ákváðum bara sko, þú veist við þurfum ekkert að við erum orðin svo óbúðslega breiðfylking að sko við setjum þetta sem hópur setjum við bara kröfuna aðgerðir fram og svo kynnum við möguleika sem þau náttúrulega vita af en við bara setjum þær fram og við höfum eftir að setja það meira fram og eitt af því sem við erum að skoða núna og ég er mjög spenntur fyrir að gera að það væri að halda bara mjög fljótlega málþing opinn borgarafund þar sem við komum saman á einhverjum góðum stað og bara kynnum þessar mismunandi kröfur skoðum saman bara hvað þýðir það að ganga til liðs við kröfu Suður Afríku ákæru Suður Afríku gegn Ísrael, hvað er það, hvað felur það í sér og hvað þýðir það að ganga til liðs við haghópin hvað felur það í sér og hvað þýðir það að fara í fjárhagslega sniðgöngu efnahagssniðgöngu, hvað þýðir það að slíta stjórnmálasambandi hvað finnst okkur réttast að gera og í rauninni bara taka svolítið sko og svo, ríkisstjórnin er eitthvað að ræða þetta núna og utanríkisráðuneytið en sko svolítið þetta bara, við erum búin að mótmæla opaslega mikið, við erum búin að öskra mikið, berja í potta og það er bara það er allt bakgrunnur að því sem að í rauninni kannski við erum bara svolítið öll að því við erum búin að fá nóg að þessu aðgerðarleysi þannig að þá sko ef þau ekki að fara að kynna sér þessar kröfur eða þá erum við bara að fara að kynna okkur þær og þetta er bara hér með Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur og ríkisstjórninni Kristínu Frosta og öllum boðuð á þennan fund hvenær sem verður og kannski sem vist og kannski verður hann ekki en það er svona ein hugmyndin vonandi verður hann ekki og ég held að almenningur hefði mikinn áhuga að mæta og bara nýr þjóðfundur hvað sem við erum náttúrulega mótmælendur náttúrulega búin að vera að spurja þessara spurninga endalaust bæði náttúrulega á mótmælafundum og þar sem að stjórnmálamenn eru að læðast bakteríamegin í burtu og manni finnst þetta allt eitthvað svo kjánalegt en það kom aldrei einn svör og ekki heldur þegar þeir eru sendið gegnum netið inn á einhverjar síður eða eitthvað og það kom aldrei einar útskýringar og manni finnst þar alltaf, maður er búin að heyra svo oft þetta við þurfum að vera að samstíga okkar vina þjóðum og það er þá helst kannski Norðurlönduna eitthvað en það er fullt af þjóðum sem er að gera eitthvað akkur getur ekki verið það er líka að gera þeim það er ekkert allar í takt það er ekkert allar í takt og kannski bara einmitt er það mjög hernaðilegt það er einmitt það sem að sko við erum að segja að þegar að það er bara svo ótrúverðugt og það er svo sko maður skilur eiginlega ekki af hverju sko hvernig Þorgeir Katrín til dæmis bara eiginlega leyfir sér að segja svona og ég skil ekki alveg af hverju sko hún hefur ekki fengið þessa spurningu fyrir löngu
frá fjölmiðlafólki sko ég hugsa fara að koma núna að hérna sko að þú mætir ekki í alvöru fjölmiðla. Já, en hérna sko þegar hún segir að þau sé að bíða eftir sko samstöðu og að aðrir taki þátt, það eins og þú segir, það Suður-Afríka með mál gegn Ísrael, þar eru fjölmörg lönd sem að taka þátt í því og það haghópurinn, þar eru 8 lönd og það hefur komið ákall til ríkisstjórnarinnar að taka þátt og það vantar þessa spurningu af hverju hefur verið tekin svo meðvitað ákvörðun að sinna ekki því kalli á sama tíma og sagt við erum að bíða eftir að lönd stígi fram og gera eitthvað og við viljum þá kannski taka þátt í því hefur það eitthvað, sko maður spyr sig að því maður fær engin svör eða engar sko vísbendingar hver ástæðurnar geta verið, hefur það eitthvað að gera með hvaða lönd þetta eru, þetta er hnattræna suðrið sem er virkast í þessu en eins og með ákæru Suður-Afríku þá eru það Spán, Írland og ég held Slóvenía þáttakendur, þar gæti Ísland mjög einfaldlega bæst í hóp Evrópuþjóða. Ég meina það var aldrei nein spurninga hvert hinum búlíanum á skólalóðinni Rússum. Þar var bara öllu skellt í lás og engin efaðist það. Þetta er líka spurning sem við höfum sett til, bara eins og til dæmis til háskólana allra. Þetta er náttúrulega ótti við Bandaríkin. Já, það eru peningar. Þetta eru, þú veist, óttin við sko megnið af okkar túrisma sem er orðið eitt af þessum stóðum í íslenskum efnahag að megnið af þeim túrisma kemur frá Bandaríkjunum. Annað er að mikið af okkar fiski fyrir utan, þú veist, megnið ánum fer á Evrusvæðið en stór hluti fer líka til Bandaríkjana. Þannig að sko meiri segja Þorgerður Katrín hún sagðist nú að Trump hefði nú verið nú bara skemmtilegur heitlandi, já og bara, já til að verja viðskiptahagsmuni Íslands. Ég segi nú bara eins og afi minn heitinn sem var frá Írlandi bara, þú veist, Jesus, Mary and Joseph þú veist að þetta er óttin við peningaflin, þetta er óttin við Bandaríkin. Það var ekki ótti gagnvart Rússum að því Rússar er ekki stóri bróðir. Við erum búin að vera undir hælnum á Bandaríkjunum frá því að þeir tóku yfir frá Bretum 1942 og við erum búin að vera eins og litla Ameríka gjörsamlega með þú veist hvað maður segja með tristandi á brauðmóla frá Bandaríkjunum á einu öðru leyti. Það er nú frægt að þú veist Ísland fekk meira hlutfallslega úr Marshall-aðstöðinni sem kom beint frá Bandaríkjunum en margar aðrar þjóðir. Allir togurinn okkar svona voru meira og minna kostaðir af Bandaríkjunum. Þannig að þú veist og öflin á Íslandi það er að segja okkar 1% sægreifarnir að þeir eru náttúrulega beintengdir Bandaríkjunum á einn annan hátt. Þannig að það að stjórnmálamenn þor ekki þú veist og hafa ekki kannski kjark í að taka afstöðu fyrr en þeir finna að þeir hafa stóran hluta þjóðarinnar bak við sig er óttin við peningana, við valdið. Þar leikur hnífurinn í kunni og þar leikur hnífurinn í kunni allstaðar í Evrópu, allstaðar á Norðurlöndunum. Það er alltaf óttin við eitthvað sem er stærri og frekari og það er stundu sagt eins og í leikhúsinu það er betra að vera vinur aðals en ekki. Þó að þessi aðal sé skítmenni. En þess vegna líka til að vera svona til að taka þetta á sko jákvæðanótunum að því að við tölum líka fundin sko sem samstöðufund að þá er sko bara líka markmiðið að annars vegar eins og við segjum kröfur á ríkisstjórnina aðgerðir en við erum líka að veita þeim þann stuðning sína þeim veita þeim þann stuðning sem þau þurfa til þess að fara í þessar aðgerðir því að þú veist sko það náttúrulega efast enginn það að öllum sem er í ríkisstjórninu og sitja á Alþingi þykir hryllilegt að horfa upp á börndrepin og allan þann hrylling sem er þarna í gangi þannig að sko og auðvitað þú veist þau þurfa að finna fyrir því að þjóðin
vill aðgerðir. Þau er erfitt með að grípa til aðgerða í einhverju tómarúmi en núna hafa þau sann stuðning frá okkur og þau bara munum fá enn meiri stuðning frá okkur og þau með að vita það. Þannig að þau bara endilega grípa þann bolta á lofti. En svo heyrir maður náttúrulega þeir sem eru hræddir við að skoða þetta mjög náið og maður heyrir þessi rök alltaf er ekki nóg að fólki hér heima sem þarf að hjálpa við að vera að hugsa fólk út í heimi og það sem við vorum að tala áðan það mun koma að okkur þannig að við skulum endilega leggja okkur fram að hugsa þetta og ég er alveg viss það miðað við til móttökuna sem að okkar félag Vonarbrú hefur fengið að það eru ótrúlega margir sem að eru tilbúnir ég meina það er fólk sem að reynir leið og það fær launin sín eða eftirlaunin eða örorkubæturnar að setja eitthvað smáræði og allt telur og ég er alveg viss að það er kannski einmitt það fólk sem er líka að borga í eitthvað fleira fyrir okkar fólk hérna heima bara fólk sem er ekkert sama annað fólk og þá gerir maður það sem maður getur það get ekki, enginn getur hjálpað öllum en allir geta hjálpað einhverjum og við hjálpumst að með þetta Akkurat Hörðu, það var eitthvað, það var svona ræða frá Gaza sem að Já, mér langaði að því að þessi fíni fundur, það var búið að loka og læsa dagskráni þegar við fengum, í Vonabrú fengum bréf frá Gaza, frá vinum okkar á Gaza sem að hafa einmitt geta dregið fram lífið vegna hjálpar frá Vonabrú og mér langar bara að þakka öllum sem að styðja okkur alveg óskaplega vel fyrir. Þetta er að virka og það var ekki hægt að bæta þessu inn í dagskrána en þessi bréf, þetta var frá konu og manni og þau voru lesin á Akureyri og einhvers staðar víðar held ég á landinu. Mér langaði svolítið að fá að lesa bréfið frá henni hann í Júnis hérna, ef nennið. Kannski bara fá að ljúka þessum þætti á því. Kannski bara líka bæta því samt við hvaða þakka öllum sem stóðu að fundunum all land. Já. Og náttúrulega líka bara að þakka Vonabrú fyrst að ykkar starf hefur bara óbúðslega mikilvægt. Og en eins og segi, það var óbúðslega mikilvægt að þessir fundir skildu vera all land held ég og sem að sýndi þessi samstöðu og að fólk all land skildi vera tilbúið að stökkva og stökkva til og taka þátt í að skipuleggja það og mæta það bara algjörlega frábært. Og ekki bara stóru stöðin, Hólmavík og út allt Áður hún lesa upp þá langt mig bara að bæta við að þú veist og bara ákall til stjórnmálamanna þú veist ekki láta óttan taka ákvarðanir fyrir ykkur og ekki láta óttan sér ykkur vegna þess að ég trúi því að þjóðin sé bara upp til hópa og bara fólk almennt í heiminum upp til hópa sé gott fólk og það vill ekki að svona hluti sé að gerast hvorki núna, nýja fortíðinni, nýja framtíðinni og það standi á bakvið réttum ákvörðunum. Ekki okkar nafni. Gaza, 4. september 2025. Frá hjarta Gaza til ykkar allra, kæru vinkonur og vinir. Til ykkar allra sem koma saman hér í dag, og það er fundurinn á laugardaginn, til að sýna fram á að mannkynnið lætur hvorki landamæri né tungumál stoppa sig. Heldur stendur með mannúðinni. Í hverju hjarta býr miskunn og trú á að rödd manneskunnar verðað heyrast, sama hversu langt í burtu hún er. Hljóð flugvélanna hér, sprengingar og grátur þeirra sem mist hafa, þagnar ekki. Að vera móðir á Gaza þýðir að ég verð að berjast daglega fyrir lífi barna minna. Ég verð að fela óttan svo þau finn ekki fyrir honum.
Ég þarf að reyna að sannfæra þau að morgundagurinn verði betri. Að eftir myrkrið muni frelsi sólin rísa. Þótt ekkert hér bendi til þess ennþá. En við gefumst ekki upp í þjóðarmorðinu sem hefur rænt börnin okkar æsku sinni, námi sínu, draumum og vonum. Góðgerðarstörf ykkar veit okkur hugarró. Heimili okkar voru lögð í rúst og við verðum að leita skjóls undir berum himni eða í tjöldum sem eru óbærilega heit á sumrin og óbærilega köld á veturnar. Láta beinin skjálfa af kulda. Við þurfum að reyna að komast af nánast eignalaus og við svo frumstæði lífsskilyrði að varla nokkur manneskja getur hafst þannig við og þola það. Á hverjum degi leitum við að vatni, brauði, lyfjum, öryggi og lífi. En þrátt fyrir allt þetta ég börnin mín enn upp í kærleika og trú á að einhverjum þyki vænt þau, jafnvel úr fjarlægð. Þið á Íslandi eruð ljósið sem lýsir upp daga okkar. Vonarbrú ekki bara verkefni, heldur raunveruleg björgun. Aðstoðin sem við fáum frá Vonarbrú ekki aðeins fjárhagslegur stuðningur, heldur líf. Heilsa barnanna, máltíð fyrir fjölskylduna, samtal og skjól fyrir óttaslegin hjörtu. Þið hjá Vonarbrú eruð ástæðan fyrir þessu öllu. Í hvert skipti sem hjálp berst frá ykkur, vitum við að til fólk sem lokar ekki augunum. Það til fólk sem hlustar á sársauka okkar og sem veit að mannleg reisn ófullkomin án samkenndar. Ég brosi af þakklæti til ykkar sem sýnið okkur samkennd. Vegna ykkar og ykkar stuðnings næ ég að halda í þolinmæðina og þrautsegjuna sem við þurfum öll á að halda. Ég að skrifa þessi orð núna og börnin mín eru hérna hjá mér. Þau leika sér þrátt fyrir stríðið. Þau hlæja og borða þrátt fyrir allt, því Vonarbrú gefur okkur ástæðu til að standa upp, til að lifa, til að halda áfram sama hvað. Þið valdið raunverulegum breytingum fyrir okkur. Rödd ykkar nær til okkar. Við vitum að þið mótmælið. Skilaboð mín til ykkar eru þessi: ekki hætta. Haldið áfram að mótmæla og haldið áfram að styðja þessa mannlegu brú. Hún hönd gæskunnar og björgunar böndin sem við þurfum. Það sem þið byggið von, líf og reisn. Frá Gaza, úr hjarta mínu og hjörtum barna minna. Takk. Hanín Júnis. Mikið verður það fallegt. Takk hérlega fyrir þetta. Maður kemst alveg við. Já, þetta ekki auðvelt. Nei, þetta það ekki. En þetta einmitt, þetta Vonarbrú þetta mikilvægt verkefni. Það mörg svona lítil verkefni sem hafa einhvern veginn sprottið upp einfaldlega vegna þess að fólki stendur ekki á sama. Nei. Og það mjög gott og það mjög fallegt að heyra að þetta næra alltaf leið. Fólk hefur náttúrulega verið hrætt við að styrkja fólki gegnum þessa reikninga og svona það hrætt við að séu svindlarar út allan heim. En við vitum nákvæmlega hvað þetta fólk Við erum með staðsetningapunkta, við erum inni á heimilunum í miðri sprengjuárás jafnvel. Þannig að það ekki verið að svindla þarna og við vitum að þetta virkar. Þannig að það geta allir tekið þátt. Það geta allir tekið þátt. Vonabrú.is, fara inn á það. Já. Ragnheiður Steindórsdóttir, Sara Stef Hildar, Arna Magnea Dangs og Ólafur Ólafsson, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig svona eftirleikin eftir stóru mótmælin og við höldum bara áfram, eða ekki? Ótrúið áfram. Takk fyrir að bjóða okkur. Tókið við það meira hér handan við auglýsingar. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug,
Opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.